sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við höldum okkur áfram við enska boltan og já, það var ánefa stórleikurinn í enska boltanum helgina var viðureign Arsenal Manchester United og já, Arsenal menn þeir höfðu betur þar 3-0 og ég kom að línur einn Arsenal mann Kjartan Björnsson, komdu blessa á sæll höfðingi? Komdu sæll. Herru, þú ert væntanlega glaður eftir þessa helgi? Já, það er ekki, hann er bara ekki neina forsendur fyrir öðru, en það er bara mjög glaður með það. Og það var magnað. Já, og liðið núna konir í annað sætið? Já, þeir eru heima hann að sæti ofar sýnist mér eins og allt stefnir í. Og hérna, ég held við ættum að fara bara í fyrsta sæti þar að liðið fer að smella og virka. Nei, ég segi nú svona, en það hjálpa okkur mikið að mörgu leyti þessi leikur í meistaradeildinni fyrra í síðustu viku. Að tapa svona aulalega fyrir Grikkjónum sko, það er einhvern veginn svona herti menn upp og ef þeir vilja vinna fyrir kaupinu sínu leikmyndar þá hérna og berjast fyrir heiðurinn og líka fyrir Wenger náttúrulega því þess að Wenger hefði verið svona erfiðum málum ef þeir hefði ekki svona skýrt í lóana svolítið og tekið á því í þessum leik. Þetta var alltaf besti leikurinn til þess að hitta á og til þess að taka svona á því svolítið eftir þetta áfall. Þeir áhorfandarnir bauluðu á og þeir gengu út af velli í meistaradeildinni. Það er ekki algengt á Emirates. Nei. Og hérna að mér sýnst þeir hafa spilað alveg hárrétt úr þessu og þetta er náttúrulega gríðarlega sterkt fyrir félagið að fara inn í landsleikjahlið með þennan sigur í farteskinu og hérna þannig að mér sýnist þetta að vera bara líta nokkuð vel út. Það eru margir sem heitir Reka Wenger í síðustu viku en það er ekkert heyrst í þeim núna í gær og í dag. Þannig að það bendir til þess að menn eru bara allt í náttúrulega sáttir. Þetta sveiflast mikið, fótboltinn eru mikla tilfinningar og menn sveiflast fram og tilbaka. Já. En ef þú, svona frá þú ert náttúrulega búin að fylgjast með Arsenal lengi en já, það hljóta að hafa komið margoft svona tímamót hjá þér þar sem þú hugsaði út í það að láta Reka Wenger. Já, við vorum alveg heiðarlegur. Þá hefur það bara gerst einu sinni. Já, ok. Og það var fyrir einhverjum 3 árum og ég var svona djúvilega Ameríka, fyrir ekki það. En hérna, það er, já, fyrir svona 3 árum það mátti greina það í fæslu hjá mér og Facebook 2 árum. Þá var ég svona ansið hreint pirraður á honum eftir slakan leik í meistaradeildinni og þess að ég hafi talsverðar væntingar að ég myndi vinna og þá sagðist ég vera tilbúið til að svona skoða þetta en ekki meira. Ég lagði mig ekki til hann í leikin en það er eiginlega eina sinn sem ég svona gerði. Ég var nú snöggur að snúa því því að hann vann næstu 3 leiki held ég á eftir og þannig að mér lærðist að það að missa ekki þráðinn og tapa ekki tölumæðinni. Já, nú er Wenger náttúrulega einið þjálfarinn sem er búin að þjálfa virkilega lengi þarna í ensku úrvalsdeildinni. Myndirðu segja að félög séu full fljót á sér bara í nútíma eða bara í knattspyrnunni í dag því að nú virðast menn ekkert fá bara alveg hvert sem er litið menn virðast ekkert fá tíma með liðunum lengur. Nei, það er sko almennt er þetta svona menn eru alltaf snöggir að missa þölumæðin og fyrir nú auðvitað náttúrulega útgjöldin fyrir hérna, þetta er ekkert svo harfast slæmt fyrir þjálfara að tala um ungan mann eins og hann hérna sem var hjá Tottenham og síðan hjá Chelsea. Hérna ungi, ekki hollenskur eitthvað, fyrir að tekja þykjar og höra, hann var reikinn tvisar hérna með stuttum millibili og hann sko var nýbúin að gera 3 og 4 samninga og reikinn eftir 1 ár og hann lappar bara út með fleiri milljarða í vasana sko. Þetta er ekkert svo ígætt langt fyrir þjálfara því það gleymir svo tiltölu fljótri og þá voru þeir áður ekstra aftur. En fyrir félaginu er þetta gríðarleg útgjöld og peningar bara hreinlega út gluggan gjörsamlega. Og ég held að menn séu snöggir að svona draga lærdóm. Ég menna það væri alveg eftir að vera bara Reka Wenger nokkur sinnum á síðustu árum í sjálfu sér. Engin titill þarna frá 2005 og alveg þar til í hitti fyrra. Eða fyrra er það nú víst vorið 2014 þegar við verðum byggamestara. Þannig að menn geta svona verið að velta sér upp á þessu endalaust en hann náttúrulega var í feikilegri uppbyggingu með félagi bæði
náttúrulega völlinu svo allir vita og svo borga niður þær skuldir sem það eru og félagið er ekki mjög skynsamlega og alltaf við að segja við okkur í gríni að þetta sé ykkur Evrópumeistarar í fjármálum Arsenal og það er vissulega ekki slæmt að vera einhver Evrópumeistarar því að það eru fáfélög í Englandi sem eru einhverju meistarar í þeim efnum. Það er verið að bara fengnir einhverju ríkir eigendur sem að dæla fölsku fé inn í þessi félög og það er ekki þannig í Arsenal alltaf. En svona almennt hvernig enska úrvalsdeildin er núna í dag, heldur þetta verði bara barátta þá á milli þína manna gegn mannsveistiliðunum? Já, ég myndi nú tala um mannsveistiliðin í eintölu. Ég held að verði ekki gegn báðum liðunum. Nei. Ég held að verði gegn öðru. En svona bara eins og allir gamli sínum sleppt þá er þetta bara þannig núna enska deildin og ég menna sýnir sem sittir eftir þau samt að tapa 2 leikjum og greitt jafntefli og vinna rest og ég menna þú veist það er bara það geta allir unnið alla einhvern veginn í deildin í dag og það er það skemmtilega við sjáum meistaradeildina til að mynda núna þessa riðla, ég menna þetta er alls konar lið sem að geta alltaf borið fram að veit ekki nöfn á þeim en þau eru að standa upp í hárun á þessum kallið eru stærri liðin og þetta er alveg nákvæmlega sami í ensku. Mér finnst þetta vera virkilega spennandi og skemmtilegt að það er einhvern veginn geta allir unnið. Það er eiginlega skemmtilegt, menn þú bókar ekkert lengur sigur hjá Chelsea, ekki núna þessi missirinn hjá Chelsea eða City sem voru nú ósigrandi búin að vera með fjórfalt dýrari leikmannahópur en flest hinn liðin og í sömu tilvikum 20.000 meira þannig að þegar það gengur ekki lengur að vera með allra bestu leikmenn og dýrustu og flottustu heldur bara að koma einhverju svona meðaljónar og vinna þá er þetta bara svolítið skemmtilegt deildin er opin miklu opnari og West Ham er nú bara einhverju sérfræðinga þeir eru vinna stóru liðin útvelli og finnst það bara þetta er mörgum litið skemmtilegt, það er ekki gaman að tapa mér þótti hundleiðilegt að tapa daginn fyrir West Ham en það er bara skemmtilegt fyrir fótboltana að hafa svo Og það er kannski gaman fyrir Íslendingi því að það er nú til West Ham aðdáendur hér á landi sem eru byrjað að sjást núna oftar í kringum leiki Já, það er fjöldin allir að West Ham aðdáendur til og þarna og fyrir 1970 náttúrulega voru gríðarlega öflugir þarna rétt eftir heimsmeistarakeppni 66 og áttu þarna frægustu leikmennina og það er alveg klart að West Ham á feikla marga stuðningsmenn og meðal hans á Selfossi og þetta var nú Tottenham, Leeds, Arsenal, West Ham þarna þessum árum 70 og þannig að það voru Leedsarar feiknilega margi það er þessu vonbrigði hjá þeim en ég er alltaf svolítið hrifinn og skotin í þessum gömlu stórveldum sem eru núna í fyrstveldinu þess vegna fylgist svolítið með þeirri deil gaman að þessum liðum Nottingham Forest, Birmingham, Leeds þessum liðum sem að svona voru Ipswich það er mjög gaman og skemmtilegt að fylgjast með þessu í Championship en enska úrvalsdeildin er galopin og núna þegar að kemur þessi það 10-12 að stopp þá veit maður bara hinnlega ekki hvað maður á spáum framhaldið margt geta gerst og þetta líkur þetta kannski svolítið í bíbun ég held að Chelsea eftir að sækja í sig veðrið og City eru svona eins og því aðeins búið að mistiða sig Chelsea er búið að mistiða sig Arsenal er búið að því ég tel að United hafi í raun og veru engu svona, hvað ég segja, alvöru liði mætt og er þá ekki lítið eins og Liverpool en þeir bara hafa ekki verið í réttu stuði núna að þá held ég að það er fyrst reynt að United í þessu leik núna sundaginn hvar liði stendur og þeir eru búin að spila 2 leiki núna í meistaradeildinni tapa fyrir Eindhoven og rétt svona skríða heima yfir Wolfsburg þannig að ég held að United sé ekki sterkir eins og taflar sig til Nú verð ég að spyrja rétt svona aðeins út fyrir ensku úrvalsdeildina það er náttúrulega þú átt svona í kínversku deildinni og er náttúrulega landsmaður Viðar Kjartansson kínverska deildin nú hefur maður ekkert náð að fylgjast að mér með leikjunum þannig séð hvernig bolti er spilaður þarna þú væntanlega fylgst með leikjum þarna Já, maður er nú búin að horfa á þetta Jú, hann er
sko, þannig lagði samanburði við norska boltan, þá veit ég að kínverski boltin sé mun betri heldur en svo norski, en hann líka ólíkur. Norski boltin er svona, þeir eru stærri og stæðilegri og hann er svona hægari svolítið þessi bolti, en Kína er spilað með teknísku fótbolti og hraður, tiltölulega hraður, og þeir eru rosalega snöggir, þeir svona, það gengur alveg sókna á milli og rosalega svona mikill hraði og getur verið bara 10-15 sekúndur þá bara komið dauðafæri hinum megin einhvern veginn, þetta er svo galopið og varnirnar er ekkert mjög sérstakar hjá þeim, en þeir eru ágætið fram á við og nú mest að furða góðir þessi markverðir, en liðinans viðars í Angsu Sendi hefur ekki gengið alveg nú vel, þeir eru allir að lenda í topp 3 með svona að það sem ákveðið var fyrir þetta tímabil er frá mars og fram í októberlok og en þeir eru í 9. sæti núna, þannig að á 16 liðum þeir eru svona svolítið fyrir neðan væntingar í því og þeir eru gríðarlega sterkarnar lið, bæði er eitt þarna lið frá Shanghai og annað frá Peking sem þetta er alveg hörku lið en það sem er kannski gulrótin og það skemmtilegast við að hjá þeim í Kína núna, Viðari og Sölva Geir og Ottesen sem að spila nú með þessu liði að þeir eru konur í 4. úrslit í bikarnum og sá fyrirleikurinn í þeirri keppni fór fram núna bara á dögunum og 3 dögum áður að við kom heim á föstudaginn og á miðvikudagskvöldið síðustu viku og þeir unnu þar lið sem heitir Shandong Luneng sem er í 4. sæti í deildinni, hörkulið og unnu þá út og þeir leika heim og heimann í 4. úrslitunum og Viðar lagði þar upp annað marki og skoraði hitt með vinstri fyrir utan teigal út úr stöng, alveg stór glæsilegt mark, þannig að þetta svona lítur ágætt út það með byggarinn og spila svo seinnileikinn sem heima, þetta var sitt útvöldu og heima núna eftir að landsleikjarliðin lýkur og þá gætu við tryggt í úrslitinni þeim þau var jafntefli heima, þannig að þetta er gríðarlega spennandi og það gætu svona verið svona rjóminn á toppinn þarna hjá þeim fyrir þetta tímabil. Þeir eru búin að skipta þjálfara, það er fyrirvændi þjálfari kínska landsliðsins sem að þjálfaði þá, sem ég hitti núna í maí þegar ég fór út, Mr. Gao, og hann er í miklu metum með kjöfurum, en hann náði ekki að gera þetta fyrir liði eins og menn vonuðust til, þannig að hann var rekinn núna og Dan Petrescu, gamli Chelsea refurinn, leikmaðurinn, hann kom inn, rúmenski, og hann er þjálfari það núna og hefur sýnt við þeirri mikið traust og sagt við hann að hann spili alla leiki og meðan að hann óski eftir því sjálfur og hafi heilsu og getið til. Þannig að þetta svo er einhverja fráföru leiki eftir í deildin fram að tíma yfir lokun. Og ég held að úrslitaleikurinn í bikarnum að komast í hana, þá er hann einhvern tímann miðjan nóvember og þá kemst hann í frí. En svona rétt í lokin með í kínversku deildinni, þú fórst nú út þarna og er þetta eins og í Evrópu þar sem er sungið á leikjum eða er þetta meira svona eitthvað klapp eða? Þeir eru nú ansið duglegir að kveikja sko, það var nú eiginlega á þessum leik sem við fórum á heimaleikur þarna og gerðu þar í jafntefli 0-0 á móti F-stæliðin deildinni, það er næst eftir var í kvöldsvar. Þeir voru bara allan tíma syngjandi og mikið þeim leifist nú að hafa svona blís og annað, þannig að þetta var heilmikið stemning, en þetta 40.000 manna völlur var útbúinn í tengslum við Ólympíuleikana, þannig að þeir ná nú ekki alveg að fylla hann, en þetta svona kringu 30.000 sem á þessum leikjum hjá Viðar og þeim og það var mikið stemning og þeir sungu heilmikið og svona og ég sá að þeir veifuðu þarna íslenska fánanum allavega fyrir vilja gera leikmönnum í liðinu þann hefur að hafa þjóðfána þeirra ríkis. Þannig að þetta er rosalega gaman og ég verður bara viðkynna það er margt sem komir þarna á óvart. Þetta er miklu betra heldur en ég þarf að giska á í Kína. Maður hélt þetta væri svona einhvern veginn alveg langt á eftir og það virðist ekki vera. Kjartan Björnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það er náttúrulega enn í heila þátti, það ekki með Kínaferðina?
Jú, ég geti farið yfir það í löngum máli en í það minnsta eru við Arsenal-menn allavega mjög glaður og kátir með gangmála það núna en auðvitað ekki í meistaradeildinni. Við eigum heimaleik núna eftir landsleikjahlé við Bayern og ég veit ekki ef að þetta hjálpar ekki þessi frammistaða núna á sunnudaginn á móti United, ef að hún hjálpar okkur ekki til þess að svona fá fullt sjálfstraust í næstu skref í meistaradeildinni, þá ekkert sem að hjálpar okkur í þeim efnum, því að ég held að með sigri á Bayern München heima mögulegu jafntefli úti að þá þetta allt gal úti en það þarf þetta margt að gerast og við bara bíða og vona og sjá hvað gerist. Já. Og svo ferði það ekki á landsleikinn á laugardaginn Ísland-Lettland? Jú, ég fekk mér kaffibollana við þar í dag í Reykjavík og fórum aðeins yfir málin og ég svo sem þóði nú ekkert að spyrja, þeir eru nú bara voru að byrja að æfa í dag. Þóði ekkert að spyrja hverja líkurnar hann telji vera á því að fá við kannski að spila en við spyrjum neglu því bara á Heimi núna hér á eftir, hann næstu viðmælandi eftir Tönju. Já. En jú, þú getur spurt hann að því. En Heimir nú viðar afskaplega góða reynslu á Heimi. Heimir fékk hann með til Vestmannaeyja til þess að spila mýbjör aftur 2009 og það var eiginlega eingöngu fyrir orð Heimis sem að við ákvaðum að kýla á það. Það var lærdómsvíkt og enda ekki nóg vel, hann meitti sig í lokin. En það hefur allt saman blessast. Já. Og ég beði að heilsa Heimi, þetta mikil aðlingur. Já, við skiljum því svo sannarlega. Já, allt leið. Bestu þakkir. Já, takk. Já, við heldum áfram töru sparki hér eftir smástund. Fyrst ætlum við að fara yfir í fimmleikana. Framundan Norðurlandamótið í fimmleikum og já, hún Tanja Birgisdóttir, yfirþjálfari Selfoss, verður hér á línunni eftir smástund. Stutt skilaboð og eitt skemmtilegt lag áður. Klárum fyrst Arsenal-lagið Arsenal Forever og það best að byrja það alveg frá byrjun fyrir ykkur.